Í þessum hluta ætlum við að fara yfir nokkur almenn ráð og reglur borð í strætó. Þetta svæði hér, sem ég kalla þungamiðja vagsins, fyrir hjólastóla, reiðhjól eða barnavagna. Eins og þið sjáið þá takmarkað pláss og því fer strætó eftir þessari forgangsröð. Hjólastólar, barnavagnar, reiðhjól. Tökum dæmi. Ef það reiðhjól borð í vagninum og foreldri með barnavagn kemur borð, þá gæti hjólreiðamaðurinn þurft að víkja. Ef hjólreiðamaðurinn vill, þá getur hann fengið skiptimiða til að nota í næsta vagni. Fjölnir, vinur minn, spyr mig reglulega: Villi, má ég alveg taka þetta með mér í strætó? Já, það má taka með sér ótrúlega marga hluti í strætó. Það sést best þegar þið skoðið óskilamuni sem verða eftir í vögnunum inn á strætó.is. Þú þarft að geta borið hlutinn einn þíns liðs. Þú mátt til dæmis taka uppáhalds bíómyndina þína á DVD eða Blu-ray, en þú getur ekki tekið gamla tungusófan sem frænkaðinn gaf þér. Númer 2. Hluturinn má ekki valda öðrum farþegum óþægindum eða sóða út vagnin. Þú mátt koma með poka af flöskum og dósum til endurvinnslu, en pokinn má ekki leka eða lykta illa. Og að lokum, ekki gleyma að taka góðaskapið með þér í strætó. Ég elska strætó og ég elska dýr. Það gladdi mig ákaflega þegar ég frétti að ég mátti taka snúðlitla með mér í strætó, en það eru nokkrar reglur sem þarf að fylgja. Númer 1. Það má ekki ferðast með gæludýr á háannatíma. Það að segja á virkum dögum á milli 7 og 9 á morgnana og frá klukkan 3 til 6 síðdegis. Númer 2. Gæludýr eiga að vera með eigendum sínum í afturhluta vagsins. Númer 3. Dýrin verða að vera í tösku eða búri. Hundar mega vera í stuttum taum. Þessar reglur gilda aðeins á höfuðborgarsvæðinu. Því miður eru gæludýr ekki leyfð í strætó á landsbyggðinni. Það þráðlaust net í strætó, en mundu að það líklega ekki eins öflugt og netið sem heima hjá þér. Frábært ef þú vilt lesa fréttir eða hlusta á hlaðvarp, ekki eins frábært ef þú ætlar að streyma enska boltanum í 4K. Ef ég ætla að virkja strætómiða í klappinu, þá virkja ég hann á farsímanettinu mínu. 4G eða 5G eða eitthvað annað G. Og síðan tengist ég Wi-Fi í vagninum þegar ég búinn að koma mig fyrir. Ég nota Wi-Fi bara í löngum ferðum.